Það eru auðvitað tvær stórhátíðir í gangi þessa helgina hérna fyrir norðan. Það Fiskidagurinn mikli og við eigum eftir að fjalla meira hann hérna á eftir þegar við hittum hann Friðrik Ómar og tölum aðeins tónleikana sem eru á laugardagskvöldið. En það líka handverkshátíðin á Hrafnagili og þangað fór hún Herdís. Við skulum bara skipta yfir til hennar. Við erum hér stödd á handverkshátíðin á Hrafnagili sem haldin í 20. og 3. skipti og með mér Ester Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri hátíðarinnar. Geturðu sagt mér aðeins hvað í gangi hérna? Já, við erum handverkshátíðin eins og segir haldin 23. sinn og hérna eru 94 sýnendur í básum og hérna mikið að vera. Gestirnir streyma að við höfum fengið gott veður núna og hérna gaman fyrir að segja að við erum með skemmtilega dagskrá út í svæðinu. Við erum með handverksmarkaði, vorum með gær og í dag og aftur á sunnudaginn. Það sem við skiptum út sýnendum. Þannig að þar bætast við þessar 94 sýnendum bætast 45 sýnendur við. Þannig að við erum mjög stór í ár. Og hvað getur maður oft að sjá hérna? Allt í handverki og hönnun. Hérna sýningin hefur breyst svolítið, það var mikið af fötum og skarti áður og það hefur minnkað og það er komið meiri breytt í sýninguna, það kom meiri textíll inn í hana og í raun og veru líka svolítið meiri matur. Hérna út í svæðinu er básar með matvöru, beint frá bíli, MS og svona smærri aðilar, íslensk hollusta og glænir aðilar á markaðnum með sinnep og skemmtilega drykki. Og svo á morgun ætlum við í fyrsta skipti að prófa að vera með lítið matarmarkað með mat úr sveitinu okkar. Og við erum mjög spennt, við ætlum að vera með brodd og grænmeti og sultur og svo kornhænuvegg. Þannig að það eitthvað fyrir alla hérna? Eitthvað fyrir alla. Búvél, má ekki gleyma að nefna það, hún líka með búvélasýningu. Búsaga hérna með sýningu á vélum tengt mjólkinni. Sem sýnir það ferð mjólkurinnar frá kunni að dyrum mjólkursamlagsins og þeir hafa lagt mikinn metnað í þetta. Þetta eru gamlar vélar sem hafa verið gerðar upp og mjög skemmtilegt að sjá. Það alltaf lífi hérna. Hvað búist þið við mörgum gestum? Undanfarið höfum við fengið 15.000 heimsóknir og við búumst við því og það er lofað á morgun að það verði besti dagur sumarsins þannig að við erum bara vongóð og búist að við enn fleiri gestum með áhrifaldinu fyrra. Þetta í fyrsta skipti sem þú ert hérna á handverkssýningunni? Nei, við erum búin að vera þó nokkur ár hérna og þetta alveg ómissandi. Svo gaman að fá að hitta fólk og fá að sýna nýjar vörur sem við erum með og svona. Hvað eru þið með hérna frá Sundborgu? Við vorum að bæta við nýri línu af handklæðum og svo vorum við að bæta við svundum og viskustykkjum og opnhanskum og svo vorum við komið nýja að gera teppum. Svo erum við með postulínu okkar og löpera og bakka, þannig að við erum með svona ýmislegt. Og gengur vel? Eru búin að fá marga gesti? Já, við erum búin að fá mjög marga gesti. Já, gengur alltaf mjög vel hérna. Alltaf gaman að þessu. Takk fyrir að gangi ykkur vel. Takk fyrir sömuleiðis. Ég Anna Rósa grasalæknir og ég með ýmislegt úr grösum að sjálfsögðu. Ég tíni jurtirnar allar sjálf og svo ger ég allar vörurnar í höndunum sjálf. Og hvað ertu með hérna? Ég með alls konar úrval, það kennir ýmsa grasa hjá grasalækninum. Ég til dæmis með gott úrval af kremum, bæði fyrir andlit og líkama. Svo ég með inntökur, það eru jurtir í vínanda sem eru teknar við hinum á þessum kvillum. Það eru mikið úrval af því hjá mér. Svo ég líka með eins og bólurhreinsi, ég með olíur fyrir gikt og svo framvegis útvortis. Þannig að það er ýmislegt hægt að fá hjá mér. Þú getur hjálpað við ýmsum meinum? Já, ég skulum vona það, en ég get hins vegar ekki lofað því að gera eitthvað. Ég má það náttúrulega, ég má ekki fullyrða það. En það allavega traffík hjá okkur, við skulum segja það. Þetta í fyrsta skipti sem þú ert hérna á Hrafnagili? Nei, þetta í 3. skipt sem ég hérna á Hrafnagili og alltaf jafn gaman að koma og alveg ofsalega vel tekið á móti manni hérna. Og fullt af gestum sem hafa heimsótt þig, segi ég? Já, það búið að vera alveg stanslaus traffík, það bókstaflega búin að vera biðröð. Við höfum vart haft undan hreinlega, það búið að vera svo gaman hjá okkur. Gaman að heyra og gangi ykkur áfram vel. Já, takk fyrir kærlega.
þessi klukka bara efni sem ég fekk í góða hirðinum og vann það upp og þynnti það örlítið og notaði það bara í klukkur. Þannig þú ert að gera listaverk úr einhverju sem kannski væri annars ekkert notað? Flest allir henda. Já. Það svona mín skoðun og bollarnir þarna sem undir Laugabreiðinu, þau koma úr ríkinu í Kringlunni og hafði blotnað í lekum ofni og það er ágætis kunningi minn sem ríkisstjóri þar og ég hitti á hann og hann spurði mig hvort ég vildi hirða þetta eða hvort ég geti gert eitthvað úr þessu og ég formaði þetta heim og þetta voru úr því. Þetta voru listar sem voru svona 2,5 sem 2,5. Það er endið Laugabreiðsboxi hér. Og hefur þú oft verið hérna á Hrafnagili áður? Þetta sennilegast 14. árið hjá mér. Já. Kemur alltaf aftur? Já, ég bara kem alltaf aftur. Ég heiti Eyjólfur Friðgeirsson og er með fyrirtæki sem heitir Íslensk Hollusta og við erum að framleiða vörur úr íslensku hráefni og meginstofninn að því að meginhlutin að því eru bara vilt ber, villtar jurtir sem handtínt og við erum í Hafnarfirði og vinnum úr þessu. Það hefur verið að vinna þetta fyrirtækið að vera 10 ár og seljum óheimil meðal annars núna í blessaða túristana. Við erum með kaupum mikið að berjum á haustin og erum með berjasaft og við erum með sultur og svo erum við með ýmislegt annað. Við erum með osta sem eru kryddaðir með íslenskum jurtum og við erum með te sem við búum til og það úr fjallagrössum og birki og ætikun. Túristarnir eru mjög hrifnir af því og ýmislegt fleira sem við erum með hérna. Við erum með kryddsalt líka til dæmis eins og þennan pakka. Túristarnir eru mjög hrifnir á honum. Þetta er svona falleg hönnun á þessu. Þetta er salt sem er kryddað með aðalbláberjum og reyniberjum og þetta er með 2 tegundum af þara og þetta með berjalingi og berjum. Og er þetta í fyrsta skipti sem þeir eru hérna á Hrafnagili? Nei, við erum búin að vera í 5. skipti sem erum hérna. Við erum hérna fasta gestir og alltaf mjög gaman að koma hérna nema þegar það er mikið rigning, það Við vonum að það rigni ekki þessa helgina. Nei, það er vonandi að rigni lítið. Það hefur verið fínt veður núna og svo hefur verið að lofa dásamlegu veðri á morgun. Gangi ykkur bara vel hérna helgina. Þakka þér fyrir. Þá kveðjum við handverkshátíðina á Hrafnagili í bili og skiptum aftur yfir til Hildi Jönu sem ætlar að halda áfram að fjalla fiskidaginn mikla sem haldinn verður á Dalvík á morgun.